too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Eldhræsulustendur, þetta laðvarpið tveir á toppnum á réttu róli. Það 50 dagur, það 16. júlí, við erum að taka upp, hendum þess út strax að upptökum loknum. Við erum alltaf uncut hérna, sko. Og stórkostlegu dagur og mikið fagnarefni. Týndi sonurinn komin heim. Ég komin heim. Bara hvað maður að slátra bara hambúrgara þessu tilumni. Það ekki? Jú. Það sem sárin á það. Hvað erum við að tala að þú ert búin að missa 3 þætti úr? Já, það ekki? Jú. Ég held það. Já. Ég bara, einhvern veginn, náttúrulega átti ekki að missa fyrsta. Nei, þetta átti að vera að tekja þáttabreik en þér var haldið í Hvalvið mótmælandi sem í sjókví í Hvalfirði. Það ég var hann í Hvalfirði fram á kvöld. Þannig að Ásgeir Kolbens, hann kom. Já. Það var geggjað þáttur. Hann var í uppáldum. Já, hann var hress og hann þótti miður að fá ekki að hitta vingmanninn. Ég líka sagði það við hann í síma, hann var að hringja, hann var að pæla í hvar við værum stúdíu og ég sagði, ég bara í Hvalfirði, og hann bara, ha? Og ég bara, svo sagði ég bara, ég er ekki búin að hugsa neitt annað en að fá þig. Síðan bara, þegar þú kemur, þá ég ekki annars, sko. Galið, sko. En síðan ég bara að vera að segja, Tóti, hinn í 2 þættir sem tókst upp. Gott að vera í sumafríi í útlöndum, fá þess að þætti. Það geggjaði þættir. Já, gaman að vera hinum með borðið. Já, mjög. Bara verið hlustandi. Sérstaklega, sko, þáttunum fyrir 2 vikur síðan, einhverja mynd sem ég hafði bara aldrei heyrt Ég vissi bara ekkert hvað uppáhaldsmynd inselana. Já, einhver inselmynd. Já, Citizen Vigilante. Já, mjög áhugaverðar umræður í þættinum hjá okkur. Ég hlustaði mitt á það þegar ég var á leiðinni til Svíþjóðar, þegar ég fór til Ítalíu og var þar í fríi. Svo flaug ég til Svíþjóðar til að fljúga svo aftur til Ítalíu. Já, ok. Hvað finnst þér það? Finnst þér ekki geðvægt? Ég fór í frí frá fríinu mínu. Já, ok. Mælu með því og ég hlustaði á þennan þátt þegar ég var á leiðinni til Svíþjóðar út af flugu. Já, ég hafði mjög gaman að reyna að ná utan þetta furðuverk sem þessi mynd sko, og kallaði þarna til eins og ég farin að kalla hann Kristinn Theodorsson konunginn á löngu statusa. Hann talar hann að skrifa alltaf, hann svolítið umdeldur, hann skrifar alltaf á langa statusa, hann treysti því að það lesi þetta sko. Já, og svo náttúrulega því að þú varst ekki þá tókst mér náttúrulega að búa til smá tækniklúður, þetta var mjög fyndið. Já, byrju alltaf að tala hljóðið. Já, það var einmitt, ég sendi þið skilabóð þarna og var hvernig var þetta, á svona 10. mínútu þá dettur okkar maður einhvern veginn út sko, en hann kom aftur inn. Já, það vegna þess að þegar ég var að setja þetta allt upp ég er alltaf óöruggur og alltaf að passa mig þegar þú ert ekki nema ég víxlaði mikrofónsnúrunum þannig að snúra 1 sem átti að vera ég var snúra 2 og vísa versa sko, svo fannst mér heyrast og látt í honum sko og þá fór ég að hækka þá var ég að hækka í mér og svo hækkaði í mér og ég var sko ærandi í heyrnartólum á mér sko og þá fór ég að lækka í mér og þá lækkaði ég í honum sko og lækkaði hann alveg niður og mig upp í topp. Við þurfum mögulega kannski bæta heyrnartóla kostin hjá okkur sko. Já, en þetta var samt bara ég sko. Þetta var bara þú. Ég, sko, mækin minn var ekki í porti 1 heldur 2 og öfugt sko. Já, það var mjög gott. En svo kom hljóðið aftur inn sko og þá hætti ég bara að pæla í þessu sko. Já, mjög gott. En ég hafði mikla ágjörð að þetta bara restina af hættinu sko. Þetta bara 50 mínútur viðbót. Já, þetta 50 mínútur viðbót bara einhverju rugli sko. Já, en þetta var og ég mæli nú með því að þau sem eiga eftir að hlusta þá geri það og láti ekki smá þögn og 10. mínútu fæla sig frá og síðan var náttúrulega þátturinn í síðustu viku það var episkur sko. Já, það náttúrulega ótrúlegt hvað var þetta, 2 og 13 2 klukkutímar og 13 mínútur að bara tala Sylvester Stallone og sko og ekki eitthvað naki sem var svolítið talmynda bara Valur Gunnarsson sagfræðingur, rithöfundur, blaðamaður gæti bókstaflega ekki vita meira þetta og ég vissi það nú ekki sko að hann væri jafnaldri myndarinnar Rocky sko. Hann er jafnaldri? Já. Vá, það er geðveikt. Þar fann hann svona tengingu við þetta að því að maður einhvern veginn sko hann hafði samband benti mér á það að Sly væri að verða áttræður og hvort það ætti ekki að gera eitthvað í því
og ég var what the fuck þetta er maður sem er viðlesin og marg skrifaður og já, fílar hann bara Stallone. Það bara, takk fyrir okkur. En hvað er Arnold Schwarzenegger? Er hann ekkert að eiga stórafmælið eða hvað þess að? Jú, ég veist ég bara við þurfum bara að fletta hann upp í þjóðskrá sko. En hann ég myndi nú halda að vera jafnvel eldri, hann er komin yfir áttur. Bara til þess að vaða úr einu aftur í annað, það hefur verið að gera eitthvað mynd gerð Rocky. Heyrðu, já, hvað að vera að setja í toppfólk? Já, er búið að gera það? Já, var góðkunningi myndin heitir I Play Rocky og kemur í nóvember og trailerinn kom í gær og þetta lofar alveg ótrúlega góður sko. Okay. Og það er einhver gaur sem er að leika ungan slæ og þetta er eiginlega uncanny sko. Hann er mjög líkur allavega á myndum. Já, þegar hann fer að tala sko. Og þetta er Amazon, MGM Studios sem gerir þetta. Já. Þannig er þetta eitthvað sko, þetta er leikin mynd slæ að leika Rocky. Já, það er dramatík sko, Rocky á alveg dramatíska sköpunarsögu sem að Valur fór nú þessi yfir í síðasta þætti. Okay. Að því að Sly skrifar þetta handrit og það þykir gott þannig að kvikmyndaverið vill endilega kaupa það á honum en alls ekki að hann leiki, hann er nobody sko, veit engin hvernig það var eitthvað að tala ég man ekki hverja sko, Robert Redford eða eitthvað alveg sko og þeir alltaf hækka boðið sko og hann er alltaf skítblankur sko byrjaði $250,000 með eitthvað og hann bara afþakkar alltaf, bara nei I play Rocky þannig að hann þurfti að berjast fyrir þessu og well, the rest is history já, þetta lítið mjög vel út sko helviti góð mynd samt sko það voru þættir fyrir nokkrum árum sem voru gerð Godfather, það var nú ekki minna drama í gangi það sko í 6 þættir eitthvað og það er ógeðslega gaman að horfa á sko þætti gerð eitthvað svona legendary mynda sérstaklega það er eitthvað drama í bakgrunum sko en það voru bara að sjá til þetta hefði kannski ekki dórið einhvers konar míniseri en mann finnst alltaf big dæmi að vera að gera heila bíómynd gerð Rocky en gera heila bíómynd gerð heilar bíómyndar, já, en það er náttúrulega saga og eins og við komum líka inn á síðast þetta er svona höfundaverk Stallone, þetta er alltaf svolítið svona, þetta virðist vera sko að kallast á við hans sko líf sko, hann er alltaf einhvern veginn að vinna með hann er kannski svona, já, hann er ekkert alltaf endilega mikið að leika, eða þú veist, þetta er svona hann er að channela svona sína fyrir reynslu byggja oft á eigin reynslu sko, því hann náttúrulega er underdog og Rocky er true underdog story og svo í Rocky 3 sko, þá er hann komin á toppin og svo missir hann allt, það er alltaf að byrja aftur á botninum, hann slæði líður best í því sko, ekki að vera underdog sem að meika það sko. En hvernig er það, Tóti? Ferð þú ekkert í sumafríða? Er þú ekki að fara þetta? Nei, ekkert langt sko. Nei Nei, ég skreppi hvað stundum aðeins að ég man í fyrra, þá fórst þú til útlanda sko. Já, þá var ég með einhverja 2 eða 3 þætti á þín sko. Já, ég átti þannig erindi til Danmerkur og ég var bara að heimsækja strákinn minn sko. Alveg rétt sko. Já Ekkert svoleiðis núna? Ekkert svoleiðis núna, nei. Þú ætla bara að hanga hérna í þessu umulega veðri á þessu. Já, ég meina júni hóð svo vel að stað ég sagði, ok, Iceland, the place to be þetta sumarið sko. Svo bara búið að vera haust ég er að fara að vinna aftur á morgun eftir, þú veist, svo fer ég að tvektaður ykkur allir í ágúst mér líður bara eins og þessi komið haust sko. Það er feelingurinn er þannig. En það er 16. júlí sko. Já. Þetta meikar ekki sens. Nei, og svo er búið að vera núna í símanum appinu síðust 2 daga eitthvað 15 gráður, 14 gráður feels like 4 sko. Þetta er bara eins og áhaustin sko. Já. Þú veist þetta hækki opninum heima í stofu, það var bara kalt. Ég var einmitt í heima á mér að hækka í opnum. Það er galið. Það er svolítið klikkað sko. Ég held ég yrði úti þegar ég mætti hérna frá Ítalíu í stuttbuxunum og í bólunum, ég kom bara í stuttbuxunum og ból, ég held að yrði kannski 15 gráður eða eitthvað nei, alls ekki en mér tókst að horfa á ekkert eðlilega mikið að sjónvarpsefni að ég voru frí veitir samt aðeins, hvernig varstu í þessari margumtöluð hitabylgju þannig á Ítalíu? Já, ég náði því, ég náði svona 35 gráður sko. Þetta var þú veist, þú gerir ekki neitt í þessum hita sko. Þannig að bara, þú veist, svitna bara allt verður einhvern veginn erfitt bara impossible sko. Ég ætla eitthvað þú veist, að reyfa mig almennilega gerði ekki mikið því ég var aðeins í tennis ég var aðeins að prófa það, ég hef aldrei prófað það Þú ert badminton ég er með badminton grunn og það kemur ljós að það er alveg stór skaðlegt í tennis ég geti trúið því það er hræðilegt sko, því að ekki olbóin heldur úlliður og þú reyfir hann bara allt öðru sko.
þú veist, þannig að en það var mjög gaman samt, það var svona eina líkansrættin sem ég náði sko af einhverju viti sko, svo náttúrulega mikið áfengislamb bara, mikið víndrykja kemur ljós að ég náttúrulega með mikið bakflæði og víni, það er ekki gott í bakflæðinu sko. Þannig að þú veist, ég var mikið að nota renni þú veist í renni mikið ómepras og líka sko. Ég tek sko Nexium sem er sko Rolls Royce sko í þessu sko það er svona alvöru ég er búin að dýra þetta mjög lengi að þú ert líka mikil vínkall þú varst alltaf að drekka vín ég er náttúrulega búin að vera edrú í 7 ár en hvernig drekkum maður þú veist, ég mun fíla vín veist, og ég fíla vín í þessum hitta þú ert líka með rósavín og þú ert með allir þessi vín og allt þetta dót ég veit það sko, geðveikt það svífur strax saman þú verður tipsi bara eftir 1 glas líka sko. svona ljúft fullur sko. léttur hvað ég saknaði stundum fyllibyrðu varpir en hvað en þú ert náttúrulega samt einhvern veginn, kannst ekki drekka vín þú veist, ég kann en það bara fer svo illa í mig sko. ég veit ekki hvort að hvort að það geti þú getur eitthvað laga það með að ávinna rauðvin er verst sko. í þetta fólk tala mikið það sko bakflæði sko bakflæði líka það er svo súrt fara hausverk og mikla þingu en minn dagskamtur náttúrulega var orðin 2 rauðinsverkur á dag sko þegar ég var mitt besta það er bara, ég fæ bara það er ógeðslegt fyndið drug of joy það er ekki gott bara, líka bjóri, það er svo létt að drekka bjóri sko. maður verður bara svo latur og þreyttur og þungur sko. maður verður reynda mjög þungur á hann sko. og svo verður maður líka feitur sko. ég held að það sé nefnilega ástæðan fyrir ég með bumbu sko. Klárlega sko. það er bara bjórin en þú varst duglegur að glabba ég var nefnilega mjög duglegur sko, þetta er mjög fyndið, ég var ekki duglegur að glabba en mér tók samt til dæmis þegar ég fótt 7 ár þá náði ég að horfa á House of the Dragon þú veist, ég er einhvern veginn alveg inn í það er hvað, 4 þættir, ég er algjörlega inn í þessu svo tókst mér að klára Halfman loksins á HBO Max þetta er Richard Gatt sem gerði Baby Reindeer þetta er ruggla gott ertu búin að horfa á þetta? Nei þetta er ruggla gott sko það er náttúrulega var komin beðni og krá og að gera þátt og ég veit alveg þetta er gott en það er búið að vera rosalega mikið hjá mér að glápa á eitthvað annað ég veit það, þú líka alltaf að horfa á okkur gamla þetta og svona þetta er rosalega vel skrifað og helst til of þungt sko veist, þetta er svona það mikil realismi þetta er náttúrulega skoski þættir, Richard Gatt skilu þetta er svona hálfbræður og svona þeirra sjúka samband og það er alveg svona, þú veist, og svona mismöndi eitra kallmenn sko ógeðslega vel skrifað alls konar svona twists and turns þetta eru 6 þættir, klukkutími hver og þetta er svo vel skrifað að ef að fólki vantar eitthvað svona, þú veist vil detti í eitthvað svona skilur, þá mæli ég alveg 100% með þessu og hann sýnir það með þessari seríu finnst mér Richard Gatt að Baby Reindeer, þú veist, þetta var engin tilhörn sko. Nei, hann er greinilega hann er með eitthvað hann er með eitthvað sko og þessi þættir eiga mjög vel heima á HBO af því að þú veist, þeir eru svona smá þungir og þú veist, það er svona hitt var Netflix þannig að ég hef heyrt þess að þætti sko að sé hjá fólki sem að svona veit hvað það syngur sko það erfir að það bara þurft að taka eitt þátt og svo bara aðeins að anda 100% og hann er einhvern veginn allt öðruvísi típa af því að í Baby Reindeer þá náttúrulega leikur hann svolítið sjálfa sig sko Richard Gatt en í þessu þá er hann alveg, hann er búin að stækka sig hann er búin að þú veist fara í ræktina hann er rísa svona kall sko og svo er hann að leika svona mjög brenglaðan hann er eitur kallinn í þessu þú veist, ég ætla ekki að segja neitt sko, gefa neitt upp, það er allir eitraðir einhvern veginn, en hann er svona með þeim eitruðustu sko og svona mjög allt öðruvísi heldur hann var í Baby Reindeer sko, alveg geggjaður sko þetta er geðvegt sko, þú myndir fíla þetta í bot sko ég veit það svo er náttúrulega annað ég með aðra seríu sem var að klárast þetta eru stórtíðindi þetta er eitthvað besta sjónvarp bara síðustu ára en að vísu sá ég nú einhverja fyrirsagnir það ef þetta væri svona gott, af hverju er þá enginn að tala um þetta sem mér finnst alveg, þetta er spurning sko. Þannig er ég að tala um The Bear 5. serían er komin út síðasta serían, það kom út eitthvað svona auka þáttu líka sem var klukkutími Jordan Bernthal var mættur hann er
hann í fortíðinni sko, hann sem sagt leikur bróðurinn. Hann bróðurinn sem að hann bróðurinn sem að drepa sig og bara strax frá upp að maður ekkert að spilla neinu með að tala þetta, þú veist, það strax bara fyrst sér hann gengur út og það að hann rak þennan veitingastað og síðan kemur litli bróður hans í staðin fyrir hann og að því að hann fellur frá þetta, ég er búin að horfa á þessu seríu, 50 þetta drullu gott sko og þetta hann núna í svona stittra lagi, þetta öðruvísi heldur en í síðustu, það 8 þættir það voru 10 þættir í síðustu seríu, það voru 8 þættir í fyrstu seríunni hver þáttur núna var 30 mínútur þetta er miklu stittra og gerist alltaf og gerist alltaf einum degi líka, þannig að þetta er svolítið eins og The Pit þú veist sem er HBO sem ég heldur ekki hort á sko. Allt saman 1 dagur mjög þetta er náttúrulega fór alveg opbústu verið stað það er engin að þræta við það það ber sér að gegja stöf sko. og þetta heldur alveg það fer ekki botnin úr Nei, mér finnst þetta halda og það eru svolítið svona hann er náttúrulega stór kannu sko, Jamie Lee Curtis kemur sko, hún er í gestalhutverki í þessari og hún náttúrulega var í gestalhutverki þar síðustu leikur mömmuna í fjölskyldinni sko. Ótrúlega skemmtileg og hefur ótrúlega gaman að þessu og þetta er svona einhvern veginn algjörlega svona típist svona austurstranda bandaríkjamenn sko. Þeir eru alltaf svona rosa háu tempói og þeir eru alltaf hérna og það er alltaf gerast og svo er það náttúrulega kokkar þetta er að gerast í eldhúsi þannig að þú veist, mjög margir sem að ég þekki hafa bara sko hætt að horfa á þetta því að þau spennustigi verður svo hátt og þú verður svo stressaður sko. Þetta minnir mér náttúrulega svolítið mikið bara svona okkar vinnustað sko. og við séum ekki kokkar þá er það alltaf kokkafréttir sko. það er svolítið svona svipað þar sko. Go. Þannig að hérna þetta heldur og er fallegt og það er svona í þessu að það er svo mikið persónusköpun þú veist, og svona áherslan á svo einhvern veginn maturinn og myndatakan og þú veist, þeir eru svona að gera og alls konar í þessari síðustu seríu alls konar vísanir í svona mjög svona subtle og mjög svona það er velgert, vísanir í fyrir seríu án þess að vera tróðus í andlitaðir þú veist, þetta er bara svona hluti á suðuþræðinum en þessi milli kabli auka hérna klukkutími með John Bernthal ég eftir að horfa á hann hann er mjög skemmtlur og hann er náttúrulega líka hérna gæðin sem er svo í Fantastic Four leikur The Thing The Thing Fantastic Four, hann er tröllkallinn hann er líka í þessu sko hann verður eiginlega svolítið bara frægur út á þessa seríu sko einmitt og hann að hérna ég mæli með þessu líka þetta er eiginlega alveg fárlega gott sko. Og er það þá upptalið? Ætli ég sé að gleyma ykkur ég er örugglega að gleyma ykkur sko. En mér finnst nú allir að við aðeins gefum hérna House of The Dragon gauk, sko, það eru 4 þættir komnir hvernig finnst þér þetta að fara að stað? Sko, við náttúrulega gerum sérþátt síðustu seríu seríu nr. 2 gerðum náttúrulega sér-seríu krúnuvarpi hérna í fyrstu gamla bíóvarpi og fólk vil tjekka því fyrstu seríuna, hvern einasta hátt hérna önnur seríu var náttúrulega mjög sérstök að hún var svolítið svona eins og seríu 1,5 það var eitthvað maður var ekkert og endaði eitthvað þegar mannum fannst hálfsvíkin og endaði náttúrulega þannig, hún var 2 þáttum sem sagt styttri sem var mjög skrítið og þarna maður sér að bara fyrstu 2 þættinir í þessari seríu 3 eru síðustu þættinir í seríu 2 af því að þarna er bara, þú veist, risa dæmi, risa orðstæði strax í fyrsta þætti og síðan risa dæmi í þætti 2 þú veist, ég veit ekki, við viljum ekki spilla neinu en hinga til náttúrulega bara ég fíla þessa seríu bótt sko mér sýnist bara, henni er bara vel tekið ég menna núna þeir hafa talað að þessa seríu eigi bara að vera 4 seríur sem þýðir að þetta er bara næst síðasta serían sko sem þýðir að núna eru hlutinir að fara að gerast það eru hvað, einhverju 2-3 þættir eftir þetta er að fara að gera svo ógeðslega hratt núna sko nei, en sko mér hérna bara finnst þetta bara að fara virkilega vel að stað og svo smá síðast 4 þáttur, það var svolítið mikið svona mikið mas og tal og pólitík sko en sérstaklega var ekki þar síðast þetta sem eiginlega gerist allt í King's Landing og eiginlega bara eitthvað, hvernig ætlar að stjórna þessu hvernig ætlar að gera þetta hér hvernig ætlar að gera þetta hér og allt svona mjög basic svona einhverju hlutir sko. En samt einhvern veginn sko er spennan þessi undirliggjandi spenna hún er að hlaðast upp sko og svo alltaf veit maður alltaf þetta endar allt með skelvingu sko þegar við erum alltaf báði búin að lesa þessa Fire and Blood sem er svona ættar saga einhvern veginn og náttúrulega tímalínu og Dóra mín sem er náttúrulega með mikið drekafettis hún er bara hæstána með þetta og þetta er bara þetta ég er einmitt þegar manni fannst þetta aðeins þetta
það var tvísýnt þarna í lok síðustu seríu sko. Já, af því hún varð svo mikið svona milliseri af því að þeir tóku út endan á seríunni sko. Já. Ef þeir hefðu haft þessu síðustu 2 þætti þá hefði maður verið bara wow. Enda meira með bang. Já, algjörlega bang sko. En núna þetta lítur vel út. Já, þetta lítur vel út. Og hérna svo finnst mér nú alveg briljant sko, hérna casting dæmi, hérna það mættur hérna einhver nýr hérna hvað heitir græna Hightower, græna familjan. Já. Og það hann hérna hann var í King and Conqueror. Já, hann svolítið fyrir töðunar á mér af því að hann var í King and Conqueror sko. Við erum náttúrulega úr að tala heitir hann ekki James Norton hvað heitir hann? Jú, Norton. Hann er mjög svona up and coming. Hann er að fara að vera algjör stjarna þessi gaur. Já, hann er eiginlega orðin það sko. Leikur hann hérna Ormund Hightower. Já, Ormund Hightower. Og já, hérna, hann heitir James Norton. Og hann hefur sko, því að hann var psykopata kvikindið í Happy Valley. Ógeðsleg manneskja. Hvað er Happy Valley? Það eru sturlaði breskir klæpað þetta sko. Aha. Og hann var sem sagt bara vondi í því. Já. Og samt einhver mannleg taug, hann var bara svo þetta var svo ógeðsleg manneskja og bara alltaf þegar ég sé hann þá bara veit ég þessi á eftir að vera þetta er því líka kvikindi sko Ormund hérna Hightower Það er mörg ár síðan að Happy Valley kom út. Já, Rúf sýndi þetta, er þetta svo gammalt? Já, 2014 kemur fyrst serien og 98% Rotten Tomatoes. Já, þetta er sturlaði þetta sko wow. og þar stimplar þessi gæði sig inn sko Já, það er komið langt síðan sem mjög potential villain Þannig að ég bind vonir við hann eftir að gera mann mjög reiðan Einmitt Já, þetta er skemmtilegt við kannski alltaf veit ekki að taka þetta í sér þátt Við gerum þetta upp Jú, við köllum til Það sem við spillum öllu Eitthvað á okkar Við höfum nú marga sérfræðinga í Game of Thrones pakka Síðast að tókum við Dóru og Samma sko Við getum gert það aftur sko Eða að fá Arnar Tómaslis að segja okkur að þetta sé allt Þetta sé orðið eitt tróg Er ekki skoðanirnar hans Arnar Tómasa það er alltaf svo fyrirsjálegar Hún finnst bara alltaf vera drasl Er það ekki? Hún finnst það fyrst frábært sko. Já. Hann er alltaf mjög hrifinn af einhverju og svo er hann svona, ég er ekki alveg nógu ánægður með þetta núna Er það ekki svolítið fyrirsamlega? Já, kannski hafa hann til varna Já, við hefum ekki að taka hann á lífi Er þetta baktalið þetta er í podcasti? Nei, þetta er fyrir opnum tjöldum sko. Nei, ég segi bara svona maður er alltaf í bandermót sérstaklega í sumafrí Já, það líka hefur náttúrulega verið svona á milli ykkar félagana sko. Já maður er svona að fara að vinna aftur sko. Ég veit ekki hvað mér finnst það sko. Akkur er maður ekki eilífu sumafrí Þá væri það ekki sumafrí sko. Svo þurfum við eitthvað að tala um moskítoflugurnar Ég fekk þvílíku sárin á lappirnar á sig sko. Ógeðslegt Það er ekki búið að finna upp eitthvað smyrsl sem að drepa þetta sko, Ég var alltaf úð á með eitthvað svona dóti og það virkaði bara ekki neitt sko. Ríkalegt sko. Ríkalegt sko. Betur að vera hérna í haustinu Já Þetta er ótrúlega þegar ekki að ræða þetta við sko. Ég er búin að vera náttúrulega kannski svolítið mikið í eldra efni Ég rakst á þætti á Disney Plus Alice and Steve breskið þetta og ég bara byrja að horfa á þetta því að Nicola Walker leikur í þessu hún er einum uppáhalds breskuleikunum og þetta er sem sagt bestu vinir hún leikur konu og bestu vinurinn er eitthvað dúti þetta er fólk á mínum aldri nema svo byrjar vinurinn að deyta dóttur hennar og það setur svolítið rift í vinasambandi sko. og þetta er helviti góð þetta sko. Já, það er hljóma mjög óþægilega Hægt að mæla með þessu Best friends make the best enemies er taglæni fyrir þess að þetta Það er mjög gott Er þetta skemmtilegt? Já, þetta er mjög skemmtilegt ég mæla með þessu, þetta er ekkert eitthvað blow you away en þetta er bara mjög svona þægilegt og skemmtilegt gláb sko. Og er svo að ég er alltaf ykkur gömlu datti í breska þætti sem eru svona þetta eru 3 seríur, svona 14 ára gamalt Above Suspicion það sem hún leikur Beth Dutton Kelly Emmett hvað heitir hún? Ég var nú dottin inn í það líka, var ekki búin að segja það Dutton Ranch Above Suspicion Já, þar leikur hún unga löggukonu og Býtu, er hún breska? Já, hún er írsk Hún heitir Kelly Siobhan Wow Með Kieran Hines Já, það er Kjartan Hines annar traustur írið þarna með henni er yfirmaðurinn og bara eins og allt gott prest krimastöð þá er þetta gott stöð en þetta er svolítið gammalt
En ég er búin að þróa mér bara eitthvað svona obsession dýrkun á Kelly Siobhan Lynch sko. Hún er bara Kelly Riley. Hún er bara verið svona Angelina Jolie hjá mér sko. Ég líka bara eins og ég sá hún sé bresk sko. Hún er ensk. Nei, hún er ensk. Já, ok. Jessica Kelly Siobhan Riley is an English actress. Ég bara var alveg búin að býta mig, hún væri bara frá Texas eða eitthvað. Hún leikur þetta svo vel í hérna sko. Yellowstone sko. Það er allavega gott stöð. Ertu búið með Dr. Hans, já? Já, búið með Dr. Hans. Ég nefnilega var að horfa þegar voru ekki allir hættinni komin út, þannig ég horfði bara út að enda. Fyrir nokkrum vikum síðan þá voru konur svona 4-5 okay. Og ég var náttúrulega ekki eðlilega hrifinn og þetta eru geðveiga personur þú veist, að því hann með geðveiga personur þarna í höndunum og þetta sem bara sama plottu í Yellowstone þegar maður bara komið í Texas og það er einhver önnu fjölskylda sem hann er það stærsta fjölskyldan eitthvað Rótgróin, sko, Annette Bening er ættmóðurinn þar sko. Og nei, þetta eru sko Rip og Beth eru náttúrulega bestu personurnar í Yellowstone sko. Og þetta er náttúrulega by far besta Yellowstone spin-offið frá honum fyrir utan náttúrulega ártölin 1886 og 1923 eru geggjur sko. En þau eru að því að svo er hann litli bróðin það, hvað er Jace sko, hann er í einhverjum öðrum þáttum ég Sheriffs, Marshalls ég hökti rosalega í því ég kemst ekki hann er líka bara svo leiðilegu kart það er engin broddri en þessir þetta er þetta 10 þættir eða 8 ég man ekki þetta er alltaf þetta er geggjað og þetta er náttúrulega bara það er þessi taug í þessum þáttum og þau eru bara náttúrulega þau eru svo eitthvað brútali góð en svo vond sko, Ritt er náttúrulega bara besti karakter sem við séum mörg ár er það ekki það? Jó. Hann er geggi Cole Hauser hann er geggi Ed Harris náttúrulega kemur á það Ed Harris hann leikur hann að lækni já, hann er gamall dýralækni rosalega flottur sko en þetta endar náttúrulega á sturluðum cliffhanger sko. Og það er náttúrulega búið að ganga frá því að það kemur season 2 og þetta er stærsta svona frumsýninga þáttadæmi á Paramount sko. En manstu þessar tölur 1883, 1923 er ekki eitthvað með það er eitthvað önnu seri af The Madison Anna Ártal, það er The Madison það er með Kurt Russell og Michelle Pfeiffer The Madison, ég held að það væri sko Yellowstone familjan en það verðist vera eitthvað allt annað ég hef bara búið með fyrsta þáttum þó að Kurt sé þessu, þá er ég ekki komin lengra sko. Nei, ok, það er ekki tengt þessu Yellowstone held ekki, sko. En þetta er sko Yellowstone en þetta Dr. Hans, þetta er svo fyndið að hvað voru þetta, 5 seríur af Yellowstone og alltaf búgarðurinn svona einhver merkingamiðja og svo er þau flutt til Texas, það er svo að bara tekið bara sko, the ranch með sér frá Montana þú veist, það er eins verönd sama svona hleðslan á steinunum er þetta tekið upp í Montana? Nei, ég veit það ekki, en þetta er sama það er bara fært bara sviðsmyndina bara, hei, við fundum bara alveg spúkar í Texas við slum eiga heim á það þetta er svo gott sko. Svo er einhver elsti sonur Annette Bening það er rosalega vondur rosalega vondur bara nýr Joffrey Bartheon bara inn að meiki Joffrey, hann var aðeins flóknari heldur en þessi hver jú, en ég bara þetta er gæði sem hún hatar bara á fyrsta ramma sko. Uppáldum Ísland í þáttunum hjá hún núna hann er alltaf með eitt svona kvengaskardir sem er bara hot og gerir ekki neitt annar sonu þeirra er að deyta hann einhverju gælu sem er bara hot sem er barnabarn og dóttir þessa ógeðslega ófólandi gæja sko. það er ekki komið í ljós það ekki? Nei, er það? Já, okay. Það held ég sjálfur bara þú verður með sólstinga eitthvað Nei, og það er svo sústelpa hafa bara verið sótt bara úr landmann ég taka eina á landmann og setja henni niður sko. Hún er alltaf bara ég elska að drekka bjór og hafa gaman bara, og ég vil ekki læra neitt ég vil bara vera falleg þetta er ótrúlega dýft í þessum personum þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað það er náttúrulega eitthvað En þú náttúrulega neitar að horfa á The Bear þú mynd aldrei horfa á það Nei, ég neitaði ekki ég hef bara eins og heyrist bara á þessar upplýningum mínu og það hef bara ekki komist í það sko og ég er alltaf að gera kannan ég veit að það ber ógeðslega gott en samt líka þegar þú nefndir á hann lykilorð sko sem fælir mig frá maturinn sko maturinn veist að mér þykir ekki djaflegilegt matur sko
En já, svo þetta talandum að vera alltaf ykkur gömlu af því að hérna, ég náttúrulega eftir að ég var búin að tala við Val Gunnarsson hérna, þá þurfti ég náttúrulega að horfa á Rocky 4 það sem að hann sem náttúrulega alvöru það sem hann bara kýlir Sovjetríkin það sem hann bara kýlir kaldastyrðið niður bara og með Ivan Drago og sko ég sá sem myndi bíó og það Sambíón, hétur nú ekki Sambíón þá eins og þetta var í bíóhöllinu og þá voruð með svona spurningakeppni í mokkanum svona 3 eða 4 Rocky spurningar á prenti í mokkanum og þú áttir að svara þeim og senda svarið með snailmail á Sambíón sko. Og ég vann 2 vel gert en hérna og svo bara svo fólk átti sig á því sko að það var ekkert að googla sko maður þurfti svolítið samt að vita hlutin í gamla dag sko þannig að þetta var ekkert Gast ekki spurt gerfugreindina eins og í dag Nei, en hérna sko þetta er bara ekta Stallone og ég bara horfa á þessu mynd þetta er bara, vá, hvað þetta er gott sko, eins og Benny Bó sagði þætti 100 sko, að Sly hann veit alltaf hvað múgurinn vill sko og þetta er alveg bara þannig sko svo samt að pæli þetta er svona rusl-löt filmmaking sko, það eru svona 3 ekki svona tónlistarmontas í þessari mynd sko En byrju, er það ekki rétt hjá mér að það eru til 2 mismunandi útgáfur af þessari mynd Á Rocky 4? Er ekki Rocky 4? Ég veit það ekki Það er, ég sver að það er til sko Það er hérna, ég bara var eitthvað að surfa þetta daginn og skoða þetta og það er sko til eitthvað svona lengri útgáfa sem að Sly vildi frekar hafa einhvern veginn okay. og þetta er hrikalega frásögn hjá mér en það er til sem þú getur hótt á hann í lengri útgáfa sko. Það sem er búið aðeins að krydda þetta og búið aðeins að bæta við þeirra Apollo og þú veist, er þarna og Apollo deyr og allt þetta sko. Þetta er sko hérna, það er bara 3 þetta er eins og Baywatch var alltaf hálfur Baywatch þáttur var alltaf bara eitthvað lag og þegar ég að hlaupa í slow motion og svona eitthvað Það er aðeins búið að svona minka það í þessar nýjútgáð sko. Það er búið að bæta við hans meiri dýft sko. En svo byrjar hún á svona klippum úr Rocky 1, 2 og 3 bara myndin bara byrjar bara á nú skulum við rifja upp og bara förum bara í gegnum svona valda búta úr hinum myndan og 3 sko. Samt er þetta gott samt er þetta svo ógeðslega gott alveg bara Ég sá sko. Dolph Lundgren í kvikmyndum daginn Masters of the Universe Já, ég fór á hann í bíó þess að nýju He-Man myndina eitt af stóru floppum sem að segja já, hún var ekkert að vekja hún var ekkert að draga marga leðilegt, það var eitthvað maður, Jón Sveikur í henni sko, hún þetta er pínu pirrandi við þessa mynd og kannski mest pirrandi að þetta er svona mynd sem að hafi svona alla burði til þess að vera amazing og þeim langaði auðvitað að gera svona Guardians of the Galaxy svona skemmtilega mynd sem við myndum höfða bæði til svona krakka en líka til fullorðna en það er eitthvað sem að svona hittir ekki í mark Jared Leto hverjum datt í huga að láta Jared Leto vera í myndinni og leika Skeletor já, einmitt sko, fyrir algjörlega hann er að vísu, mér finnst það alveg að vera handritið sem er svona það er ekki að ganga sko, skilur, af því að þarna ertu með einmitt svo ertu með hana Alison hérna sem að var í Community hún leikur líka í þessari mynd alls konar svona, þú veist, neglur í myndinni en það svona handritið er svona smá það hittir ekki sko. En Dolph sem að lék He-Man í gömlu 80s hann hittir hann og hann fær svona smá svona pass the baton hann réttir svona hann spyrir á mig hvernig ég hef ekki verið einhvern veginn þetta er einhvern veginn í gymminu og hann er að segja þú voru að gera svona þetta er skemmtilegt sko komist alveg vel frá því sko og þetta er svona eins og ég segi þetta er svona mest pirrandi tegund þetta er ekki mynd sem er alveg ógeðslega léleg en þetta er ekki mynd sem er eitthvað frábær þetta er svona mynd sem hefði geta verið unbelievable en svona rétt veist, það er eitthvað sem gengur ekki sem er merkilegur Dolph Lundgren sprenglærður og mjög bráðgáfað sænstöðabúnd sko en sko hann er þarna leikur He-Man í þessari Masters of the Universe 84 og svo sko leikur hann líka Punisher sko hann er í fyrstu Punisher myndinni sko þá var hann sko þetta er ekki góða myndir en hann er náttúrulega flinkur að svona hasla sér svona völl og finna sér sess í kvikmyndasögunni sko og svo getur aldrei talað það sem kemur á eftir nema, Dolph var nú þarna og talandi hann þá þegar ég var búin að horfa á Rocky 4 þá stendi ég mér í Creed 2 ég sá hann aldrei, ég sá bara Creed 1 ég nefnilega var bara að komast að því þegar ég horfði á hana ég hafði ekkert séð hana og þar er einmitt Dolph Lundgren
Kemur Ivan Drago aftur? Já, Ivan Drago náttúrulega slær Apollo Creed í hel í Rocky 4 þarna sem sagt hann mættur með son sinn sem vill endilega fá að berjast við hann er ennþá vondi hann er ekki að þjálfa Creed í myndina því að hann var náttúrulega bara settur eins og var nú Valur Gunnarsson kom inn á í síðast þetta hann var náttúrulega bara greinilega þegar hann tapaði þarna fyrir Rocky þá var hann bara eiginlega sendur til Síberíu sko og Gitta Nílsen fór frá honum sko, patsmóðurinn og allt bara líf hans er búið í rúst og hann er búin að vera í Úkraínu með stráknum sínum að þjálfa hann upp í að vera eitthvað mean machine ekki í stríðinu, ekki í Úkraínu stríðinu og svo bara koma þeir og skora á son Apollo nefnt hann Creed og góð mynd aftur og líka Creed 3, svo stana? Nei, þá var líka slæði farin sko það var út af einhverju differences það var komin einhver kergja sko maður hann horfir ekki á myndina ef hann er ekki inn sko. Jú, ég gerði einhver tíman sko en þetta er náttúrulega bara svona hvað er verið að sko Stallone fann þetta upp einhver aðrir gæjar eitthvað, þetta á að vera svona það er bara eins og Stallone segir þetta fer hann bara í vílu heyrðu, frábært svo Pretty Lethal ég veit ekki okkur ég horfði á hana hvað myndi það? Þetta ég elskar svona myndir þetta eru sem sagt ballerínur sem er að landslið bandaríkjan í ballerínum eða ballett eru komnar eitthvað til skuggalegar Austur-Európu að fara að keppa og lenda bara inn á einhverjum bar þar sem eru bara svona verstu stereotypur af austantjaldskrimum sko og þar er þeim haldið fengnum og þá bara drepa þær nema að sko það er náttúrulega bara berjast fyrir lífi sinu og bara vondukallandi mæta bara sko ballerínu bardagastýl þú setur svona rakvelblið og tærnar á sér og taka svo bara svona kickspörk og svo er að vera að pína aðalgæluna sko þá kemur gaur og rífur af henni tánögl og hún hlær bara heyrðu, ég er ballerína sko þú veist ég plokka þér af sjálf sko Jesus Christ sko og Akkur varst að horfa þetta? Hvernig þetta maður inn í ballerinu mynd? Ég elska svona myndir af því að þetta bara svona verið að slást og berjast og eitthvað og svo finnast öllir Thurman leikur vonda kettlingu þarna sem var potential ballerina nema hún misti fótinn út af einhverjum vondum kalli og þetta er bara, þetta er náttúrulega bara drastlegt ég elska svona Þetta er hljóma skemmtilega þetta er hljóma eins og eitthvað sem maður horfir á í vinahónum með vinunum jú. Og hlær svona dátt Jú, nema að ég á ekki vini þá ger ég það einn og hlæt átt og svo var ég með eitthvað tengingu við þetta nema, ég klára bara Keipir Heyrðu, óþólandi, ég var að reyna að horfa á þetta daginn en það var eitthvað svona hafa vesinn í útsendingunni þetta er náttúrulega Apple TV það er ekki hægt að svona einhvern veginn horfa á þetta löglega Nei. Sem er óþólandi Apple, komdu til Íslands, please nema ég geta náttúrulega því að sími minn er búsettur í einhverju gámahúsi Eimskipa eitthvað stærri í Bandaríkjunum þetta er ekki lægi sko. nema samt bara rétt byrjar og ég var mjög hrjön á því sem ég horfði þetta er mjög flott og þetta er mjög gott en þú veist mér finnst samt bara hvað eru heldur 2 þættir eftir ég er búin að horfa okkur að 6 og ég bara svona mér langar bara meira bara að sækja Scorsese í Keipir bara í D80-safnum mitt og hún er mjög góð, ekki? Geggjuð og sko Javier Bardem er hann að leika þetta fyrirbæri Max Cady sem er ógeð og hann er alveg skeri sko bara, ég skil ekki alveg þetta 10 þáttadæmi með þetta sko það er mjög ólíkt samt er það ekki ólíkt Apple af því þetta var alltaf Netflix þetta var alltaf Netflix, það var alltaf 10 þættir og það var alltaf einhverju þættir sem voru bara þetta var gerist í Daredevil mjög oft þetta gerist í Jessica Jones en öllum þessi Marvel þáttum það var alltaf bara svona 1 þáttur sem var bara eitthvað ég er að horfa gluggan tökum þessar samræður á mjög langan hátt þetta var svona og þegar svona Scorsese myndin alltaf endurgerða eldri mynda sem að Robert Mitchum og Gregory Peck eru andstæðu pólarnir sem að Mitchum leikur Max Cady og þetta er náttúrulega hann er hérna kemur úr fangelsi Max Cady og hefur harma hefna á lögfræðingunum sínum og þannig er þetta orðið sko hjón saksóknarinn er eiginkonan og það var verjandinn og kallinn var saksóknarinn þegar málega fór gegn og
Þetta var mjög flókið svona. Já, þetta, svona, og hann svo nálægur sko. Hann kaupir sér hús eða flytur inn við hliðin á þeim og svona alltaf eitthvað popp upp með eitthvað bögg sko. Þetta svona að dregur þessu tennurnar. Ekki skemmtilegt það? Jó, en ekki þannig að ég ekkert spenntur, ég segi, ég mun klára þetta skildurekni frekar hann og líka eiginmaðurinn, hann saksóknar, hann leikur hann, þetta ágætis maður, hann eiginmaðurinn í allum Annabelle, miðla hjónin, já, miðla hjónin, það eitthvað þreytandi við hennan auðvitað mann, sko. Mér finnst bara svo pirrandi hvað svona þættir, þú veist, hvað þetta fer fram hjá mér einhvern veginn sem á Apple skilur, þegar þú veist, maður ekki með þetta, maður ekki aðgang með þessu, bara eins og Vitt og Spey, ég horfði það ógeðslega skemmtilegt eftir meðmæli frá Arnari Tómasi sem þetta fyrsti maður til að aukvita þetta eins og svo margt annað, svo skemmtileg þættir, svo góður og á Íslandi það bara enginn tala um þetta skilur, þetta bara, þetta svo galið þetta eins og við lifum í einhverju svona hliðarveröld sko. Þetta besta sjónvarpsins og gerir okkur svo erfitt fyrir sko, get ekki talað um hlutina eins og allir viti hvað við erum að tala um sko. en það sem svona að ok, Javier Bardem að njóta sín í að vera ógeðslega vondur, það svona besta við þetta og svo Juliette Lewis í aukahlutverki hérna sem var sem sagt dóttirinn sem hann var að fokki í Scorsese myndinni mjög smart twist það góð tenging mjög gott twist þetta góð tenging sko. Svo legði ég einmitt á Apple TV mynd sem heitir Pressure og við syns hún ekki að koma í bíó hér fyrir eftir 3 mánuði frábært Pressure þetta eins óspennandi og getur hugsast sko. Þetta sem sagt í aðdraganda D-Day innrásanar í Normandí þá þurfti náttúrulega að vera að hreina hvernig veðrið því þannig að það kallaði til einhver prófessor í veðurvísindum Þetta mesta gauraminn sem ég hef heyrt seinni heimsstyrjöldina wow. Og hann Andrew Scott Andrew Scott sem var líka vondakallan hann í Sherlock Holmes ekki? Jú, Moriarty á móti Cumberbatch, hann sem sagt þessi breski veður sérfræðingur og Brendan Fraser leikur Dwight D. Eisenhower Brendan Fraser, hvað blessi Þeir eru að Damian Lewis leikur líka þessu sem leikur í Band of Brothers hann leikur Montgomery holy shit, ok sko þetta náttúrulega bara verandi gaur tóti, bara you had me at Normandy sko þá náður mér sko nema þetta náttúrulega bara allt annað vinkil allir náttúrulega bara, við hugsaum bara segjum Private Ryan sko þetta aðdragandi, þetta svona prequel á segjum Private Ryan sko og þessi veðurmaður þetta allt satt sko hann verður til þess að sko D-Day átti að vera 5. júní og hann fær frestun 1 dag og þeir hefðu sennilega bara þeir hefðu ekki náð landinu því að veðurspáin hinir veðurkallar ákveðir gott veður svo bara var klikkað veður og það er eitthvað svo gott við þetta og svo náttúrulega bara endar hún basically á segjum Private Ryan og það er svo mikla tilfinningar undir maður horfir á þetta fólk þetta er geðveikt og það er allir svona hvort þetta eru hermenn eða fólk við skrippborð eitthvað allir að leggja líf og sál í að berjast gegnum illa þetta er geðveikt sko. og svo bara ég táraðist yfir þessar mynd sko af því að svo fór ég að hugsa er þetta ekki bara geðveik mynda? Jú, svona bara lástend hún er ekkert að rempast, þetta er bara ógeðslega góð mynd og góð saga og svo bara hugsa maður bara þetta er bara svona eins og hjá Spielberg þetta eru bara strákar sem eru að fara bara að láta salla sig niður hérna í flæðamálinu sko. og svo bara sittum maður sko, afkomendur þessa fólks eru orðin það sem allir þarna voru að leggja líf og sál undir til þess að berjast gegn og maður er bara 80 árum, how the fuck pældi í þessu sko, þetta er ruggla sko en við þurfum samt eitthvað að pæli í hvað gaurar elska seinni heimsstyrjöldina allt sem tengir seinni heimsstyrjöldina ég bara sem ég langar bara að fara heim og horfa á þessu mynd right now Já, en hvað eru þá nýju gaurarnir þeir þá farnir að elska þeir seinni heimsstyrjöldina og elska þeir nasistana sko, ég nefnilega er það ekki minni hluti fólks erum við ekki bara því við erum alltaf á netinu við erum alltaf að spá í þjóðfélagsumræðinu við erum svona blaðamenn en þeir sem að heyrist hæst í sko og telja sér vera að standa vörðum eitthvað líðræði, málpress og allt það þetta hefur bara allt verið bara eitthvað svona snatar hjá Hitler sko já, algjörlega maður hugsaður oft svona sem fólk sko, maður hugsaður oft þessi væri að vinna bara á skrifstofunni á Auschwitz sko væri bara Auschwitz á skrifstofunni væri bara heimilegandi sko með allt saman sko og svo kemur hérna í restina á þessari mynd bara svona í texta sko þegar
þegar DFK hérna, verið að setja hann inn sem fórseta, þetta inauguration þá spurði hann spurði hans Eisenhower hvað gave you the edge þarna á D-Day við vorum með betri veðurfræðinga heldur en Þjóðverjarnir það málega ég man líka mér, þeir voru líka mikið að svona að fýta eða svona gefa þeim svona falskar upplýsingar og voru alltaf að við erum að fara að koma inn hérna á þessu svæði erum mannlega að fara að koma inn síðan alltaf komið reyðustur inn einhvers staðar allt annar staðar sko. Ég bara þessu alls ekki tengt Tóti, þá er ég búin að vera að horfa á náttúrulega, þú veist að ég elska þessa heimildarmyndir Já, þú ert heimildarmyndadildin Já, og ég er búin að vera að horfa á Netflix, ég er svo mikil sökkur fyrir þessu Worst Neighbor Ever þetta er svona, ég er ofta í teiknimyndastíl til þess að útskýra og svona og þetta er svo gott að þetta er bara svona venlega fólk sem leitur svo ég bara að fá klikkaða nákvæmna og við erum að tala um þetta eru klikkaða nákvæmna sem að drepa myrða þannig að þetta eru rugglaðar sögur sko. Við erum að þetta í 45 mínútur við erum að þetta er góð tími, þetta er góð podcast tími þannig að og þetta er svo gott sko, að þegar fólk hérna er svo klikkað sko, það var hérna þú veist fólk sem sprengdi húsi sitt í loft upp draf bara nákvæmlega og þú veist það bara allir sem fá tryggingar sko dæmi en draf náttúrulega bara eitthvað tvent, bara eitthvað par sem bjóði hlýðina var það svona collateral damage allir ekki að drepa þau sko bara svona þú veist, bara reyna að fá þú veist, peninga út af þetta hús svo var einn maður, eitthvað galt maður sem átti bunch of monies nákvæmlega bara myrti gæjan og falsaði svo eitthvað svona þú veist falsaði svo eitthvað reikninga, þetta er alveg ruggla, ég mæli með þessu Já, er þetta á Netflix? Já, Netflix, þetta er alveg mesta svona Netflix-sería sko, einlega allra tíma þetta er hann að Blumhouse sem að gera þetta Blumhouse, já hann að hryllingsmynda dæmi sko Svo er búið að vera rosalega mikið í sjónvarpi hérna, þessu ótengt þurfum ekki að segja þessu ótengt þessi þáttur er algjört chaos sko við erum að sko vinna upp hérna 3 vikna okkar blaður sko Já, ég meina við erum ekki eins og farin að ræða hérna stórmyndina sem er komin í bíó og við þurfum að fara á hana sko. En hérna það er búið að vera svo mikið svona fótbolti í sjónvarpinu ég horfum ekki á þetta en hérna Þú studir náttúrulega England Já, sjálfsögðu Leðilastali Já, mér er alveg saman það Mótsins Ég er englendingur Við náttúrulega, ég var í skal ég segja Tóti, 2018 þegar Englandi komið síðast í undanúrslit held ég, 8 úrslit eða eitthvað dutt út á móti, hvernig var þetta, Kólumbíu eða eitthvað, vitspinnu Skotarnir, ég var á bar í Edinborg, terrildust úr bara gleði sko, af fögnuði sko og tjöndu hérna Football's Coming Home sko. Já, 2018 alvöru Ég var í Brighton 2018 Varst í Brighton? Vá Og ég hef ekkert á fótbolta og ég hef átt marga skemmtilega stundir sem ég villist inn á svona bari þar sem að einhverja þjóðarkvikindi eiga salin sko. Þetta er svo gaman sko. En á Ítalíu það var ekkert HM Ítalíu vil ekki sjá þetta sko. Þeir hafa ekki komist inn á HM í mörg ár Þeir eru þau samt Evrópumeistarar 2021 unnu EM en svo komist þeir ekki inn á HM Mér finnst það svo sérstætt sko Það er svo maður stjæst þetta í fótboltanum Nei, svo bara svona eitthvað í seinni hlutanum svona þá fóru allir að tala með hann Erling Haaland þarna Normannin og þá fór ég aðeins að gefa þessu gaum að ég er svo hrifin á svona típum sko Svo var þetta bara að fara í taugarnar með sko bara Dóra bara held ég skotin í honum eins og allar konur sko þetta er náttúrulega eitthvað forljótt þetta er neanderdalsmaður Hann er venlegur sko hann hefði getið verið flottur í handbolta skilst mér En það sem hann greinlega hefur er að hann þetta er sko fólk fær á tilfinninguna sem er svona réttilíka, þetta er alveg næsgauður sko og hann er kaninn bara getur úr höndunum hann kemur svolítið, hann er með þetta ég vil meina, ég og þú erum með þetta líka sko hann kemur til dyrana eins og hann er klættur hann er ekkert að reyna og hann þarf þess ekki að hann er bara besti framherri í heimi sko skilju og þá líka þetta er svona Ívan Drago fótboltans svona Nei, því að hvað sem þeir keftu þetta er náttúrulega þældist á myndi ríkja sko þegar hann er í Dallas þá bara fer hann að kaupa sér snakeskin boots og 4 alvöru kúrika hatta og er svona einhvern veginn bara alltaf svona blendar inn einhvern veginn svona, bara, svona Sást hann þegar hann kom úr flugvélni í Noregi Nei Á með sástu ekki, á með þvottabjörn svona uppstoppaðan þvottabjörn með svona flösku einhverja rómflösku eða tequilaflösku
ógeðslega nettur sko. En já, ok, flottu gaur og allt það og ég hefði náttúrulega kannski næstu sko vilja halda með honum en ég náttúrulega svík ekki England Heyrðu, það eitt í þessu, Tóri Ertu búið með fótbolta? Já, nei, ég bara með brú fyrir þig sko yfir í þessum að ég ætla að tala um, já Nei, ég veit ekki hvað þú ætlar að tala um Nei, Tom Holland, eiginmaður Zendaya Spider-Man bara kóngum þessa bíósumar Heyrðu, Spider-Man að fara að koma í lók mánaðar Ég get ekki beðið, ég veit ekki hvort ég er spenntari fyrir Odyssey eða Spider-Man Ég er spenntari fyrir Spider-Man Auðvitað, trógið Nei, Tom Holland hann var eitthvað Jimmy Kimmel eitthvað þátt að spjallátastjórnin dróði upp úr daginn sko að Haaland hann sendi Haaland skilabóð svona DM, hvað er það og Haaland gósta hann Nei, svara honum ekki Nei, og þá er þetta þannig að þeir eru báðir í Monaco að horfa á formúluna og Tom Holland er í einhverju svona VIP stúku og sér Erling Haaland þarna í annari svona VIP stúku og sendur honum persónulega skilabóð hvort hann með ekki bjóða honum út að borða Bjóða honum út að borða? Já, og ekkert svar, ekkert eitthvað, nei, sorry eitthvað, bara ekki neitt bara ekki neitt og svona fallegt sko því að Tom Holland er náttúrulega líka góður strákur þess að þetta er bara akkurat svona það sem maður þarf til að taka sig aðeins niður á jörðina sko þú ert ekki merkilegur en það það svaraðir ekkert allir sko svo er Haaland spurður um þetta og hann verður bara rosalega vandrar og segir bara já þetta er náttúrulega óþægilegt sko leiðilegt en ég horf ekkert mikið á bíómyndir og ég veit ekkert hver þetta er og ég svara ekki skilabóðum frá ókunnum Það er ógeðslega fyndið Ég var ekki búin að heyra þetta Nei, þetta er svona réttlæting mín fyrir að fara að tala um fótbolta í sér og tófnum er að Tom Holland kemur inn í þetta og Tom Holland er í Ódysseus-skriðu Nólans eins og eiginkonan Zendaya og hún er að byrja í bíó í dag og við getum ekki beðið Í hvaða sal er best að horfa á þessa mynd? Við erum ekki með neina alvöru IMAX sali Ég fór eins og IMAX sal í Sydney, hefur ekki sagt það? Jú Rísastór, það bara, þú gast ekki bara, hann var svo stór, skjárinn þú gast ekki Þú veist, það var ekki hægt að sjá allan salin Þú bara, það var eins og allir væri með sæti bara neðst í salin En við erum ekki með neina proppið sali á Íslandi Nei Hvers vegna ekki? Ég skil það ekki Við erum mest, bara mesta bíóþjóð í heimi Þykjumst vera það En höfum verið það Getum við ekki bara gert það, Tóti? Getum við ekki fjármagnað þetta gegnum poddið? Getum við ekki búið til eitthvað svona Karolína fundraisinga? Finna einhvern auðmann sko 2 og 2, finna einhvern auðmann einhvern sem elskar okkur sem við elskum tilbaka sem verður til í þetta bara svona eitt sal við erum talað um þetta er ekkert flókið við myndum bara finna einhver hlöðu eða eitthvað Hvað er ekki þetta Korputorg alltaf tómt? Halló, þetta er frábær hugmynd Ég held að nefndar að Korputorg sé ekki tómt ég held að þetta sé mikið vöruhús en þú veist, hversu dýr getur þetta verið eða, veist, þetta er þess að væntalega vera starra heldur en Korputorg þetta þarf að vera alveg risastórt en við finnum bara eitthvað eitt svæði byggjum bara eitt svona sal ekkert utanumhald, ekkert rugl skilju gerum þetta bara ég hef engar ákveð ég pæla ekkert í þetta er eitthvað svona hluti sem hefur aldrei eitthvað truflað mig eitthvað hlut ekki einu sem núna ég veit það ekki, ég þarf að sjá myndina til að vita hversu nöðsynlega hún þarf á okkur sala alltaf ég fer bara í stærsta salinu í ekkur þessum bíóum sem ég fer í hvað er það ekki bara sambíðun Egilsölda? Jú Salur 1 Svo náttúrulega salurinn í Laugarásbíó mjög góður það er reyndar líka salurinn og salurinn í Smárabíó er reyndar unbelievable hann heitir náttúrulega Max hann er ekki IMAX þessi mynd er að koma byggt á þessari Epic Commerce og við sýnist þeir gagnendur út í heimi sem er búin að sjá þetta ekki geta haldið vatni sko Mér langar bara á strax Litlu inselinu strax var að tala um þetta sem flop Floppið hans Nólans Stóra floppið hans Nólans af því að þeir eru ekki sáttir við hvernig er kastað í hlutum alveg repítið, þetta er eitt Lupita hún leikur Helen Föðru, hún er svört og þú getur ekki verið fallegur úr svartur einmitt, akkurat Helena Fagra allt þetta bröldur út af henni Trói stríður út af henni og að því hún var alltaf ljósar í Trói Já, einmitt, en hvað sko, þú veist, hún sko kemur úr eggi sko þetta er góðsagna persóna Já, síðan er okkar maður þeir eru líka út á honum, transmannum Já, hvað heitir hann áttur? Elliot Page Já Hann leikur einhvern legendary vígamann Hann leikur sama gæði á Brad Pitt
Nei, hann leikur ekki Achilles. Ekki Achilles, ok. En hann eitthvað svona á að vera eitthvað. En þeir eru brjálæður til Hanna þegar hann var einu svona hún. Já. Þetta er mikið lógík í þessu alltaf. Mikið lógík, eða þannig. Þetta er satt með kaltanni. Já, það er engin lógík í þessu. Við förum yfir þetta væntanlega í næsta þætti. Er það ekki bara næsta vika? Jú. Bara skil ekki þetta sko, líka þarna ertu búin að ákveða fyrirfram að myndi sem vond, sko, þú er ekki síðan sko, þú líka trailerinn gerir allt bara, fólk er bara allar gætildar að fyllast af fólki sem að trilltist við trailerinn sko. Mér langar bara að fara á hana strax, sko, ég á bókað með á hana í næstu viku, ég er bara svindla bara, ég sjá hana bara tvisar, sko, fara bara á hana í kvöld eða eitthvað, en það ekki bara. Jú, nei, mér syns allt mæla með þessari mynd og einn sem ég helst séð að einhverjir er að fetta fingur út í vitrænt, sko, er fjarvera goðana. Goðin þetta er náttúrulega bara ég sá það líka, já þetta er bara tafbor goðana hjá Homer en það virðist engin vera nema Zendaya er Athena sko. Leikur Athena mitt, já, ég las það líka mitt að hann hefði svolítið svona gert sögutráin í þessu eins og þetta væri bara real bara down to earth down to earth Já, ég náttúrulega bara eina sem ég vil sjá, bara hlaka til að sjá er Key-klóburinn, sko. The Cyclops. En nú er þetta svo Zendaya ekki alveg sko skjanna hvít. Nei. En bara mér finnst hún bara á þess að sé þetta. Ég hef tilbeðið Pallas Athenu, sko. Ég er búin að vera með styttu Athenu á skrifborðinu mínu frá ég var 16 ára, sko. Keypti hann í Gríklandi. Wow. Og bara Zendaya, þetta er bara, hún er fullkomin. Athenu er fullkomin. Bara best í heimi til að leika hana sko að því Angelina Jolie kannski upptekinn á gömul og bara þegar við munum fara yfir þetta ár tóti, ég meina þá munum við augljóslega fara yfir þetta sem ár Zendaya sko hún er bara í öllu, hún er heitasta leikona í heimi þessa myndir, bara allir leikstjórar vilja hafa hana í öllu, hún getur augljóslega bara valið hlutverk, hún er geggið, hún er frábær, þetta er fárlega vel gert pælt stelpa sko, hún var nú bara svona með tilbrífi Björk bara á rauðadreglinum og frumsýningu Ódysseifs, hún er í svona englakjól, hún er bara með risastóra hvíta englavangi og svona, bara allt sem hún gerir er einhvern veginn bara slæmdang. En árin í sleppið tóti, þá er náttúrulega galið við erum kvikmynda og sjónvarslaðarp við erum ekki búin að ræða stærstu fréttina sem hefur komið úr íslenskum sjónvarsheimi þetta sumarið, sem ég náttúrulega flutti fréttir af á Vísi tókst að gera það í fríinu hvað? Með honum Agnari Másinni sem að skrifa þetta með mér Íslands Love Island Síminn er með þetta í bíker eða er að skoða þetta taka þetta upp á Möltu og það er samtali í gangi á milli Símans, Sagafilm og bresku sjónvarsstöðvarinnar ITV þetta eru risa tíðindi og þessu fagnar alla, þú veist, ég væri til í að vera svona in-house brain ég væri til í að vera að halda utan söguþræðina og vera svona herrið, sjórænir þetta sem er í gangi, er það sjór, ég veit ekki eða framlegandi, þetta sem er í gangi núna við þurfum að hendi það sem við þurfum að gera við þurfum að fá Magnús inn af því að hann er fyrirvændi kjæra sinni, hann er Ragnar Ragnar hún er búin að vera með honum Lárusi, hún er svolítið tæpa hún er volga á honum en samt svona og hann er ótrúlega ástöngin að henni, þurfum að fá Magnús inn strax, sjá hvað gerist, eyðileika þetta sjá hvað gerist, sjá hvernig sambandi þeirra þólir þetta, ég var í fullkomin í þetta sko. Þetta er stórfrétt, þetta er frábært ég get ekki verið meira sama og ég ætla að ég gerir bara öllum greiða með því að hafa ekkert þetta að segja Ég held sem mikil áhug ég örgulega sem að auðvitað spurninguna hvert eru við komin sem samfélag Þetta er nú ekki neitt því að við erum ekki ennþá einu sinni búin að sko, nefna stærstu harmafregn bransans gamall maður frá Nýja-Sjálandi dó eftir að hafa sigrast á krabbamenni en Samnýl dó 78 ára og var búin að vera held ég í 5 ár að taka harða glímu við bannvænt krabbamein og svo bara var hann svona einhvern veginn að hann og allir í kringum hann að fagna sigri yfir meininu þá bara dó hann. Hvað gerðist til það? Ég held þetta að hafa verið lúnabólgin, hann var búin að vera lasinn í eina-tvær vikur en þetta er sko missum hann og Lindsey Graham í sömu viku Já, og það er einmitt búið að bera svolítið saman að það var, maður sér á Facebook og takki eftir því að það er allir að tala um Sam Neill en ekki Lindsey Graham, akkur er það, að því að Sam Neill var góð maður og það er engu logi, sko þetta er topp maður Nei, algjör topp maður og ég menna halló, Jurassic Park, sko svo er náttúrulega myndin sem var í bíó þegar ég var í Ástralíu Wilder People, Into the Wilder People eða eitthvað
nýsjálensk mynd, þú veist, hann náttúrulega alveg bara brilljant og dáður þannig að down under sko. Já, hann bara meira en það sko. Líka bæði sko, fórsetisráðurar Ástralíu og Nýja-Sjálands sko, það var náttúrulega bara alltaf að vera að tala kvikmyndagerð í þessum löndum með þessum heimsluta þegar hann var að byrja sko. Einmitt. Og ég náttúrulega skrifaði þessu menn inn á toppfólk, ég sá hann fyrst á RÚV 84 sennilega í Riley, Ace of Spice frábæri þettur og síðan þá ég bara búin að vera alltaf eldan sko. Og ég hefði nú getað að tala allan þáttunum hann en við þurftum að tala svo margt annað en hann sko ég held ég að sjaldna sé marga sko minnast hans á svona fallegan hátt sko, það er alltaf að skrifa fallegum en það er svona þráður, hann var svo ógeðslega næs og fyndin en samt lúmst fyndin sko og bara allir leikstjórar og leikar allir bara alltaf að hafa hann á setti það bara gerði alltaf allt betra sko bara með nærveru sinni og svo var hann hann var alltaf bóndi elskar dýr og vínræktandi og elskaði vín, það var einmitt við hefum getað að byrja að tala um og strax og vorum að tala um vínin á hann sko. einmitt og átti að til að sko nefna dýrin sín eftir vínu sín hann var til dæmis sko ég held að hvað var það sko hann á hana sem heitir Michael Fassbender sko og svo það var naut sem heitir Jeff Goldblum og svo það sko svona kusan Helena Bonham Carter sko og Helena hún sýndi svo mikið áhuga alltaf forvitnast hvernig nöfnu sinni gengi og svo var hann að spurja þetta sko hann sagði sko að þessi dýr eru vinir mínir og þú drepur ekki og getur vinið það ég fyrir ekki að slátra Jeff Goldblum nei. En þetta og magnaður maður sko. Það var líka svo gaman að sjá einmitt þegar hann dó og allir þessi leikarar voru byrta alls konar svona myndbönd og alls konar svona, þú veist, bara af tökustað sko, eins og Jeff Goldblum og hann hefur voru að spila piano með henni Laura Dern með Laura Dern The One and Only og ótrúlega gaman einhvern veginn á setti, gaman að vera öll komin aftur einhvern veginn, þetta var mjög fallegt að sjá þetta sko Já, en hann vantaði 2 ári í áttarætt þannig að það er svo sem hann var komin á léttasta skeiði en það er svo bara Dead Calm frá 1989 til dæmis sá hann í bíó sko, þar sem er hann og Nicole Kidman eru hjón og Billy Zane er geðsjúklingur sem að treðst borð í skútu sem þau eru út á Reginhafi sko. Og Nicole Kidman er 18 ára hún er að leika eiginkonu Sam Neill og þau eru að jafna sig eftir að mist son sinn í bílslýsi en hún talar hann sko bara hvað hafi verið gott fyrir hana 18 ára að lendi því að vinna móti þessum manni en ekki einhverjum öðrum sko. Einmitt, svona góðum kalli Júur kalla því að svo er hann leiki náttúrulega alls konar monda sko hann náttúrulega Riley njósnarinn hann var svolítið fleiki og svo látli leikan bara Antikrist, bara Damian Thorne í Ómen 3 það er hann sko, mætur og alltaf Event Horizon hryllingur in the Mouth of Madness, ég horfði hann ekki skemmtilega góð John Carpenter sko eldisvel og þegar fólk var að minnast hans á Facebook sko, þá kommentaði stórvinur tekjatofnum Flósi Þorkesson, hann líti alltaf fyrst og fremst á hann sem horror-íkon sko, og nefnir þá Event Horizon sko, þetta er ég veit ekki hvernig ég var að orða þetta sko, það kemur stundu fyrir að mér þykir svo vænt svona fræðafólk að ég var í alvörunni dapur sko, og svo rauk ég beint í það að kaupa mér á Audible ævisögu hans sem að minnir að heiti Have I told you this? Hvað líka? Did I ever tell you this? Já. Hann lesi þetta sjálfur og hann byrjar að skrifa þetta 2022 þegar hann er byrjaður þegar hann fær greinist með krabban þá fer hann að rekja þessu þegar aðeins undirbúið sig undir að kveðja kannski og er bara ógeðslega skemmtilegur og það minnst eitthvað sko hossast á eitthvað hans æðislegur hann er að tala um dýrin sín og bara hitt og þetta og svona bara ferða næs og maður bara, ég er svona bara næstu bara tárast bara 3-4 sko. Ég held líka sko að því okkar maður gerði þessa mynd hann var að leika með í The Hunt for Red October
Já, Hunt for Red October, en ég er líka að tala um hann að þessa nýsjálfsku mynd já. sem að, hvað heitir það? Wilder People eitthvað Wilder People hann er hann að leika með litlum strák, þú veist að ég man að þessi mynd var alltaf það var alltaf trailer, var alltaf í bíó þegar ég fór í bíó í Ástralíu fyrir 10 ára síðan, 2016 og hann er náttúrulega sko Hunt for the Wilder People 2016 Sérðu hvað leikstir henni? Ég get gert það með einu músasmelli Þetta er náttúrulega þetta er góðsögn sem leikstir henni Já, Taika Waititi en ég meina pæli hvað gerir fyrir hann að fá hann í aðalhlutverk á móti þessum stráki hann 2016 þetta er alveg svona, hann er hann smáa þú veist, jumpstart hann er að starta sínum karriér skilur við og ég held þetta sé bara þetta er mikil topp maður þessi gæði sko þú veist að leiki ykkur svona þú veist, þetta er legend skilur við hvað gerir fyrir myndina sko. Svo líka hann hérna í Rams sem var endurgerð á íslensku myndinu Hrútar sko. alveg rétt hann hefur náttúrulega ákomið ótrúlega við það líka held ég að segja nú sko sitt hvað ég ber mikla virðingu fyrir hann og mátti ekki vænt hana sko Anna hérna fyrirvændi kona mín og kærastan mín í nætísinu hún dýrkaði sko og ég var samt ekki aðbríðsamur þú veist bara einhvern veginn það má alveg hérna. Anna er með Erling Haaland núna Þú ert afbrýðsamur, eða ekki? Jó, neða, sko, dýrkunin til að Dóra var stokkin á Hollandvagnin það var svona pirraði mig ekki beint, sko, ég er svona nett gaman að því en bara, það líka þessi Holland líka svo vel við höggi maður veit hvað er frummaður hérna Sam Neill er náttúrulega bara, þú veist bara, kallmennskan holdi klætt á þess að vera það, sko Sameiginlegu vinur okkar, Daniel Frey Birkesson sem var nú að vinna með okkur fréttablaðinu myndir þið segja þið voru líkir, hann og Erling Haaland það er svolítið verið að benda á þau mig sko. Danni segist að hafa heyrt þetta sjálfur það er mjög gott info fyrir það sem sem þekk hann ekki það er svona, ekki líkir en jú ég sé pælinga á svona munnsvipur það er eitthvað, það eru tveir góðu menn ágetur Danni cosplayað Haaland á Halloween Já, ég nefnilega held hann hvað hann er alveg með búning þar en hérna tóttu við erum nú að detta í hérna þetta klassíska klullara sko Já, þannig að það er hálfleikur með við síðasta þátt Tveir klukkutímar Þeir eru alveg svolítið líkir sko Já, það er alveg sýpur Hérna býður Oddur upp á því klassíska útvarpsefni Oddur skoða símansinn Já, við þurfum að fara að taka þetta upp í mynd, eða ekki Jú, það er mikil eftirspurn eftir því mér finnst þetta alltaf ágætt og svona chillað sko en jú mér líka Herðu, við getum fara að rappa sér ég og Gussi fórum á Toy Story 5 daginn Er hún alveg glötuð það? Nei, hún er alls ekki alveg glötuð eitthvað Guardian dómur það bara please hætti með hann myndi bálk sko, hún er alls ekki alveg glötuð og hérna, en þessi Toy Story Magic er ekki sko það er eitthvað við 1, 2 og 3 það er eitthvað Var þetta svona beint á Vaffaðs? Var þetta svona beint á Vaffaðs skeið? Nei, alls ekki svoleiði sko og Gussi var alveg mátulega hrifinn af þessu og þetta er náttúrulega mjög svona relevant því að spjaldtölvan er orðin óvinnur leikfangana og veldur því náttúrulega krakkar hættir að leika sér Allt hérna komið spjaldtölva er það boðskapu myndarinnar að börn eru búin að vera í spjaldtölu í svona 15-20 ár sko. Já, nú er þetta orðið samfélagslega vandamál á universal leveli þannig að það Inga Sæland ætlar að banna þetta með lögum þannig að og það er alveg þetta er góðu boðskapur og það er alveg eitthvað fallið í þessu ég alveg svona komst við svona 2-3 sko. En það er ekki þetta bara þessi galdur sem að er í Toy Story 1, 2 og 3 við minnum nú 4 var ekki eftirminnileg en Nei, ég held að sé alltaf að fara að pakka sinn sko. En verður ekki að gera 6 þú getur ekki verið með 5 myndir það er bara einhvern veginn 8 tala, þetta gengur ekki upp sko. Fyrir okkur sem erum svona smá á rófinu þá er þetta ekki þetta er ekki búið sko. Nei, ég veit ekki og svo kannski líka sko, það sem er öðruvísi er að þetta er svona myndinnar hérna Jessie hvað heitir hún, Dísa, Kúrekastelpan sko, sem komið nummer 2 Vitti og Bósi eru svolítið svona lúnir, Tim Allen hvað er að frétta Tim Allen þetta er eina hlutverk sem hann er í Tom Hanks er í þessu líka hann er alltaf úti alltaf og þeir eru svona meira eiginlega til hliðar sko, og hérna og svo líka er ekki þessi svona kjarnin
Það var ekki surgur hana? Nei, engin surgur hann fær bara honorable mention sko. Og kartöfluhausinn og þarna risaðan Rex hesturinn náttúrulega mikið, hann vil ekki tísu sko. En það minna af gamla kjarnan sko. Það er svona þessi fasti kjarni að því þessu fyndi að því að Toy Story 3 var svo fullkomin og svo falleg sko. svona að þú veist að svona kveðja hann einhvern veginn svo manni ég fór á Toy Story 4 í bíó mér finnst hún alltaf læg hún var alltaf læg sko. mér finnst hún ekkert slæm sko. en já, þetta er sérstakt sko. ég skildi ekki alveg sko. en þetta er allavega svona, þetta er ekki, ég myndi ekki líta á það sem er bömm eða skandal en bara það hlaut náttúrulega að koma að því sko. það geti ekki haldið þessu magic touchi alltaf sko. Þannig að aðeins eitthvað aðeins svona bara dofni í því og svo hitt flop sumarsins, Supergirl Heyrðu, ég fór á hann í bíó ég hef glemt að minnast það ég fór á hann í bíó í Svíþjóð ég sopnaði við sögurinn sko. sopnaði, já, svona þreyttur þetta daginn eftir, ég var að stekja félaga minn sko. Er hún svona slæm? Nei, þú veist, hún er ekkert slæm sko, en þú veist, hún er kannski ekkert eitthvað frábær skilur, þetta er hróðalegir dómar hjá mér og mjög svona boring alltaf hvernig ég legg þetta upp en hún er bara, þú veist Millie Alcock er náttúrulega bara stjarna hún er geggjuð þarna er líka okkar maður sem að lék svo eftirminnilega í Game of Thrones hann er einhvern veginn alltaf hann lék hestakallinn í Game of Thrones Hestakall? Já, það var svona hestakall sem var með Daenerys Targaryen hvað heitir hann aftur? Hann er alveg fárlega frægur núna, búin að leika í alls konar Dóti, hann er hann líka þú veist alveg hvernig ég er að tala Dóti Já, eitthvað kall af hesti Býtu Er það rittarinn, Christopher Cole sem ég hata? Nei, það er ekki hann sko þú veist Jason Momoa hann er í þessari mynd Dothraki en hvað er hann að gera þú veist, í þessari mynd, ég veit ekki hann leikur eitthvað svona hliðakarakter sko. Superman er náttúrulega allir í henni sko. þetta gerist bara einhvers þar og hún er svona hún skrifir svona smá undarlega sko, að þetta áeknin ekki að klikka Millie Alcock að leika eitthvað fyllipittu þú veist, þetta áeknin að klikka það er mikið áhersla á sólirnar sko, þú veist, hún getur drukkið sér hel í rauðri sól, ekki gulri sól þú veist, að þegar í gulri sól eins og er hjá okkur, þá er hún súper en svo er bara svona vondikallin er svona ekkert það eftirminnilegur og þú veist, hún er einhvern veginn að reyna að bjarga hundinu sínum sem er hundinu sem var í Superman líka sem var hundinu sem var í Superman en vill samt sko eiginlega ekki hjálpa einni stelpu sem misti foreldra sinna sem er allt mjög furðulegt og maður er bara svona þú veist, á mér að finnst þetta að vera eitthvað merkileg eða þú veist ég veit ekki, það er eitthvað svona vantar svolítið eins og Masters of the Universe sko. það vantar svona heslumuninn þetta er nefnilega sko ég veit ekki hvað ég draði þetta upp en það er sko The Mandalorian and Grogu, Masters of the Universe og Supergirl, þetta er allt fókdýramyndir sem að stúdíun bundu mikla vonið við og það eru allar að undirperforma hressilega sko. Og mér syns nú sko, Supergirl þú veist þegar hún var ekkert eitthvað æðislega alltaf, hvenær hefur DC komið með æðislega mynd sko, bara frá því að Nolan var í Batman sko. Superman var allt í lagi? Já, með einmitt, allt í lagi, ekkert meina það og en þarna eru svona litlu heitirarnir greinilega fóru á stað sko, reviewbombuðan áðurinn sá hana væntanlega því að og mikið verið að gera grínu útliti Millie Alcock líka hvart yfir því að hún sé eitthvað ófríða ljót sem er náttúrulega bara fá ykkur gleru mér finnst það svo rosalega sæt stelpa og hún er geggjuð hún verður algjör stjarna mér finnst svo fyndi að það var svo skemmtilegt, hún var í ykkur viðtali hún var að tala að eftir að hún líka í Game of Thrones hún ég eiginlega átti mjög erfitt með að fá Emma Darcy inn í staðin fyrir hana af því mér finnst hún eiginlega bara fullkomin það var ekki fyrir að Emma Darcy kemur og leikur hana sem fullkomin sem ég er svona, ekki alveg að gera þessu fyrir mig hún tala hún sóti bara í bakari eftir af því hún var ekkert viss hvort hún fengi hún bara, þetta er eiginlega bara búið hjá mér ég mun aldrei leika aftur og hann hún sóti í bakari sko. en svo ringd hún og bara, ég er að fara að leika, ég get ekki unni, svo til við bakar í heimabænum sín í Ástralíu, sko, mér er það mjög skemmtilegt mjög down to earth og algjör stjarnar sko. flott stelpa og falleg og en svona ég veit það ekki, ég náttúrulega er ekki búin að sjá þessa mynd, ég hef gert tíma til þess og
það verður bara viðkennast að ég er Þú ert ekki spenntur? Nei, ég er náttúrulega í Marvel-tróðinu og ég er ekkert mjög svona DC peppaður eða friendly yfirleitt sko. Nei. En samt, ég held að það sé örglega búið að taka þessa mynd ómikið niður og sláturinni ómaglega sko. Já, ég meina, þetta er allt í lagi mynd, þá er þetta allt í lagi mynd. Þetta er ágætt skemmtun og það er mikið þess að pælinga með sólina er mjög skemmtilega sko. En fyrir þetta þá er ég náttúrulega alveg óboslega veikur fyrir drikkveldum persónum. Ég er að segja það, þetta sko svona á blaði hljómar þetta bara, heyrðu, það hljómar ekki eðlilega vel en sko, the execution, þú veist hvernig þetta er framkvæmt, það er ekki alveg, það er eitthvað þarna off. Og það er ekki, þetta er náttúrulega er þetta ekki fyrsta svona DC Justice League bla bla myndin sem að James Gunn leikstýrir ekki frá því að James Gunn tók þetta yfir. Og það er eitthvað núna svona, er eitthvað vangaveldur, þeir eru alltaf þeim líður ekkert sérlega vel í einskinni sko, DC sko, þeir eru alltaf svona korter í að taka ákvörðun að umvarpa öllu sko. Já, þetta er bara hægt þessu sko. En ég meina þetta, þú veist, Peacemaker þættirnir voru geggjaðir. Já, það er eiginlega eina sem er alvöru gott og er það voru alveg gott sko. Og það geta alveg, ég eiginlega skil ekki að hann er ekki bara, þú veist, hann er akkur gerir það ekki bara Peacemaker mynd eða þú veist, ég skil það ekki alveg sko. Mástu Suicide Squad myndin var geðvik sko. Hún var fárlega skemmtileg 2 Suicide Squad myndir ég tengi hvora kannski geðveik sko. Jú, þessi setni sem James Gunn gerði var ógeðslega skemmtileg en hinn var alveg hörmuleg með Will Smith og Jared Leto og Joker ekki minnast á það ógrátandi sko. Við erum algjörlega sprungnar á tímaðina Já, ég veit það, þess vegna verðum við að fræta þessu en það er komið Spaceballs 2 plaggat, þú mást sjá það? Já, það sem er að Calm the Desert Calm the Desert og eins og ég nefndi í síðast þetta var Mel Brooks 100 ára daginn og bara ég vona endist heilsætlis að fylgja myndinni á frumsýningu það er ekki fyrir næsta ári sko. Einmitt, heldur hann á ekki, hann er því ég meina, þetta er ótrúlegt úthald í kallinum sko. Varstu búin að sjá plot outlineið á Spaceballs 2? Nei Ég held að það er merkilegt. Já, ég held að þetta sé ekki fake news ég sá þetta í gær The official plot description for Spaceballs 2 The New One það er undir titillinn The New One Folks fun at the Mandalorian and Grogu and the Rise of Skywalker og þetta er svona synopsisið Somehow Dark Helmet has returned 40 years after the events of the first Spaceballs 50 years after the events of Star Wars A New Hope and 1 year after the events of The Devil Wears Prada 2 The galaxy is once again under threat, a threat so evil, so unstoppable, so completely lacking in any original ideas that it has vowed to bring back the past, every last bit of it. And so, well, on we go, sko. Þetta er mjög gott, sko. With Lone Star in hiding, Queen Vespa on the throne, and the swords stretched thinner than a franchise releasing TV episodes theatrically. The only hope for the galaxy is Vespa's undisciplined son, Prince Starburst, and a mysterious palace advisor named Destiny. Together they must find Lone Star, Yogurt, and any other iconic legacy characters fans. Any other iconic legacy characters fans are demanding before they discover the hard way that while some threats you can fight, the reboot is not one of them. Þetta er svo gott Þetta hljóma bara ekki eðlilega vel sko. Já, bara þetta sem þegar maður er að telja þetta upp að vantar náttúrulega barf sko. Þegar John Candy er náttúrulega dáinn sko. Það er eitthvað mest í harduði bara allra tíma Galið Há galið hvað hann dó ungur maður Hvernig dó hann bara? 1990? Nei, hvernig var það? Bara eitthvað fáránlega langt síðan Ekki einu sinni fættur og ekki hugmynd þegar hann dó sko. Ég er bara nýbúin að horfa á heimildamyndina hvað heitir hún? I Like Me Nei, hann var samt búin að vera svo lengi þannig að stundum finnst manni fólk vera miklu eldra sko, heldur hann að svo það er búið að fylgja manni frá að maður er rauninni bara krakki sko. Hann dó 94 og var 43 ára Ég náði 1 ári með honum 43 ára pældi ég sko. Bara ég var að fara að rökka upp að þetta 10 ár sko. That's a no from me dog 10 ár þá held ég að þú er bara að fara að slá botni í það það ekki bara The Odyssey er frumsýnd í dag 16. Hvernig við að gera þetta? Við bara verðum með þáttum Odyssey eftir viku, við veitum ekkert hvernig það verður hann verður náttúrulega episkur eins og myndin Verði ég ekki að sjá hana bara tvisara?
byrjaði að sjá hann einu Já, með á hann á þriðdaginn. En ég spæði að fara bara núna helgina. Ég vinn helgina, sko. Já. Þú veist, getur farið svona vorkend sjálfum mér og farið svona á hann á kvöldi að því að, þú veist, maður hefur ekkert að gera, maður vil ekki gera neitt skemmtilegt þegar maður að vinna daginn eftir, sko. Þetta er ekkert eitthvað fjárhagslegt tap, sko. Nei, ég borgaði nú 2 á Disclosure Day til þess að ná að gera þátt með þér sem þú mættir ekki í. Já. Nei, af hverju borgaði þér 2? Af því að ég keypti miða á hana kvöldið áður en við vorum að fara í tökur og svo bara var ég bara ganga niður tröppunar bara leiðin út í bíl og bara fekk ég svo mikið verk, sko. Hélt ég var að fá nýrnasteina, þannig að ég þurfti bara að fara upp í rúm og leggjast, sko. Svo var ég fýtt daginn eftir og þá þurfti ég að fara aftur, þannig að ég keypti 2 miða og sá hann einu sinni. Jesus Christ. En gat þá líka að tekja á móti Ásgeiri Kolbeins og tala við hann Disclosure Day. Fyndi, veist af hverju? Ég fór á þessa mynd einn bíó á 17. júní klukkan 4. Ég fer aldrei einn í bíó. Það er 10 ár sem ég fór síðast einn í bíó á Angry Birds og Bad Neighbors 2 í Melbourne, Ástralíu. Þegar ég var einn í þar og vissi ekki neitt, þekkti ekki neitt og var náttúrulega svo ungur, skilur, ég hafði aldrei verið einn í útlundum þannig að maður svona þú var klukkan 4, ég var að reyna að gunna á kvöldsýningu á 17. júní, sko. Svo fór ég á dagsýningu 18. júní og fór svo, tók þáttinn upp strax seinnipartinn, eftir bíó, strax eftir bíó. Vel gert. Og þá fikk ég bara skilabóð frá þér að þú væri ekki á leiðinni. Þetta er vinnan. Herru, 1:20 nú kveðið við, Tóti. Já, herru, býta eitt enn. Ég var búin að plana, ég held að þú verður ekki heldur í þessum þetta, en ég ætla að vera... Í alveg? Já, ég bara rugglaðist í dagatalinu, ég held að þú væri ennþá á Ítalíu. Að ég ætla að vera með Jackass þátt og fá Arnar Tómas og Dóru til þess að tala Jackass mig, alveg að ég hef ekkert séð. Engan þátt, engan mynd, ekki neitt. Í fyrirlítið þetta, sko. Við fórum á þetta, þegar ég var í grunnskóla og fórum við á Jackass, við fengum að velja eina mynd til að fara á með kennarunum okkar. Það var í 8. bekk. Fórum á Jackass. Kennarinn, alla myndina kona, hún var bara við minn góður, hvað er þetta eiginlega? Hún var svo bara, hún var ekki hrjún, sko. Ég geti þetta ekki, ég sá trailerinn þegar ég var að fara á Disclosure Day, sko. Ég geti þess að gæði ekki en Arnar Tómas var til þetta, hann sagði þetta fyllt sinni kynslóð þannig að hann væri alveg viðrahefur Jackass, sko. Og Dóra, ég held að Dóra eigi mér í sig eitthvað þessum myndum á D.A.D. Ég var eitthvað að fara í gegnum safni heima hvað er Jackass að gera þetta? Þú ert að tala þína Dóru en ekki Dóru Júliu. Já, mína Dóru. Ég ætla að tala Dóru Júliu. Já, nei, mín Dóra. Ég kalla hinn alltaf DJ Dóru, sko. DJ Dóru. Nema hvað, ég er nú bara að draga þetta upp vegna þess að Jackass komið hérna einu svona skemmt á Íslandi, mástu þetta því? Já, ég man þetta, ég var alltaf að fara hérna niður Gullfoss í einhverju tunnu og eitthvað og var að meina það eitthvað bara, þú veist, það er náttúrulega aldrei lifað af. Nei, þetta var á gullaldar tíma Fréttablaðsins, þannig að mér var lesast lofað exklusív símaviðtali við Steve-O. Og þetta... Var ekkert úr því? Jú, það hefði betur ekki orðið, sko. Akkur ekki? Því að þetta er, ég ætla að fara í gegnum hörðdiskana mínu eftir og gá hvort ég finni þetta viðtal. Þetta er hræðilegasta viðtal sem ég hef tekið á öllum ferlinum. Akkur? Í fyrsta lagi, sko, þetta var Fréttablaðurinn á Suðurgötu og þetta var náttúrulega komið fram í venlega vinnutíma, þannig að ég held að hann átt að hringi með eitthvað 7-leiti, sko. Ég held að hann var hringt kl. 10. Þannig ég satt, sko, neina á blaði, bara tómri ritstjórn og tómu húsi að bíða eftir að maður hringdi. Ég var reiður að hlusta á þetta. Já, og svo hringdi hann og hann alltaf maður var svo út úr dópaður að það var ekki tækt að tala við hann. Hvernig tala? Ég þarf að reyna að finna bæði það sem mér tókst að gera úr þessu á prenti á tímarit.is, svo ætla ég fyndi nú teipið, sko. Þetta var alveg, sko, bara svo einn félagi minn, eða kollegi minn þá sagði mig þegar ég var byrjar að bíða, sko, þessumlega vera á einhver kvöldáttan. Þegar hann hringir, byrjaði bara á Mr. Jack, can I call you ass? Það er mjög góð. Steve-O, maður, hann er náttúrulega ennþá bara lífi og hann bara taka þátt í þessari mynd. Og mér sem þú var ekki þetta Bam Margera líka þarna í myndinni. Bam Margera? Já, hann mistur úr vitið í Íslandi. Já, er það ekki? Var hann ekki eitthvað eftirlýstur? Hvernig var það? Ég man ekki, giftist. Það var eitthvað rosa drama. Já, slagsmálalæti. Alveg rétt. Einhver íslendingar þurfti að berja hann, sko. Alltaf spyrir ég myndi svona að berja hann? Nei, einhver íslendingar. Það var einhver íslendingar, einhver rappar. Já, ég man það ekki. Þetta kallar alls konar uppbyrja. Já, þetta er gott, þú hefur þetta að gera þetta. Þetta er besta sem ég heirt. Já, en mómentið er farið því að nú er Ódysseifur og svo kemur viku hlýja og svo þarf að koma Spiderman þáttur. Já, svo Spiderman. Byrjun ágúst. Já,
þetta er aldrei veikja mig sko. Finnum við allir Arnar Tómas neina að koma að Marvel-tróðinu með okkur allir það ekki getum við talað Jackass það er ekki til stærri Spiderman heldur en ég nei, sannlega ekki, nema kannski ég nei, ég er alltaf meira Daredevil Herru, takk fyrir ykkur, við minnum toppfólk haldið áfram að vera í góðu skapi glata veður, það er leðilegt en farið til Austurlands fljúið til Suður-Evrópu fljúið til Ameríku, bara gera eitthvað annað en að vera bara fá ykkur rosa inn og reyna að feika ykkur í gegnum þetta það er ekki bara, það er næst Takk fyrir þið, Tóti Já, sömulegis, Tóti minn og gott að sjá